Handmaid's Tale, ungbarnaverksmiðju stefnu Miðflokksins sem að vilja bara hafa konur heima og helst ekki á vinnumarkaði. Ég meina, þú veist, þetta er alveg sjónarmið sem er í gangi einhver staðar og bara konur eignast sem flest börn og konur eiga að taka allt fæðingarorlofið og það sé bara eitt stærsta vandamál heimsins að kallar eigi að vera heima einhverja mánuði í fæðingarorlofi. Ég man alveg þegar þessi lög komu árið 2001 og mjög margt breyttist í kjölfarið. Þannig að ætla bara að tala til dæmis um fæðingarorlof og ekki að tala um hver er staða konu launarlega sé 5 árum eftir hún eignast barn til móts við karlmann sem eignast barn. Hvaða áhrif hefur þetta á lífeyrisréttindin þín? Fyrir karlmannin hefur þetta þau áhrif líka að svona sterk tengslamyndi við barn á fyrstu mánuðum, geriði pappan síðan bara virkar á heimilinu í kjölfarið, komið síðan til hjónaskilnaðar, þá líka jafnræði í þeim tilvikum þar sem þetta er mamma og pappi og það verður skilnaðar. Pappi er ekki augljós underdog lengur í forsjármálum af því að pappar hafa annað hlutverk en á heimili heldur en bara fyrir einni kynslóð síðan. Já, við að þú þarft að geta hort á heildarmyndina og ekki bara verið í einhverju yfirboði og yfirlýsingum um það að þegar það sé forsjárhyggja að vilja sjálfstæðan rétt beggja foreldra til að mega taka fæðingarorlof. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.